Já, 0-0 jafntefli gegn Val, hvernig bara tilfinningi eftir leikinn? Bara virðum stíð, gott að vera komin af stað í deildinni og og 1 stig er niðurstaðan í dag og við bara tökum því. Fáum svona erfiða andstæðingar svona í fyrstu umferð en bara tekist þið frá því? Já, þetta er erfiður heimavöllur heimasækja og eða útivöllur heimasækja og það er bara, þú veist, sterkt að fara héðan og bara með kassan út og höfuðið hátt og ánægð með spiritið í liðinu og bara svolítið að setja tónin fyrir það sem koma skal hjá FH-liðinu. Hvað er það sem við gerum svona vel á móti Val? Bara sýndum hvað okkur langaði þetta mikið og bara ég held að það hafi svona bara skínið skært í gegn hvað FH-liðið var up for it, svo ég sé að sletta. Hvað við vildum þetta mikið, hvað voru tilbúin að berjast fyrir hver aðra og þú veist, það er þannig sem að við nálguðust leikinn og það deliveruðu því og þess vegna eiga það stíð skilið. En Vigdís meiddist í bara fyrir hálfleik, hvernig er svona staðan á henni? Veit það ekki ennþá en ég held að hún fer út af á börum og er núna upp á spítala. Þetta er hnéð á henni, það veit ekki á gott þannig að því miður af því hún var búin að vera frábær áður hún meiðist. Já. En 21 árs meðalaldur í byrjunarliðinu og svona 18 á bekknum, hvað þú með mjög unglið hérna, samtala ná stíðina eins og gegn Val í fyrstu umferð. Já, við erum með, held ég, alveg örugglega yngsta liðið í deildinni í ár og vorum með langyngsta liðið í fyrra og þú veist, bara ef þú getur spilað fótbolta þá getur þú verið inn á vellinum. Eða finnst ekki erfitt að vera peppa svona ungri stelpur fyrir svona erfið andstæðinga? Nei, þetta eru mikið af heimalingum og þær eru með FH-merkið á kassanum þannig að það er ekki flókið að peppa þær fyrir leiki. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.